litla græjan maður. Heyrðu, ég er í Vífilsstaðahlíðinni. Við erum í smá suspension testing í dag. Með honum Alex, uppáhaldsmekkarum mínum. Hann á svona telemetry system frá BYD. Rándýrt drasl. Við erum með skinnjara hérna, það framan og aftan. GPS hérna. Svo er hann með farmtölu efst uppi. Og svo færum við gögnin úr þessu yfir í forrit. Og þar er alls konar magic í gangi. Við höfum einu sinni tekið svona test á þessu saman, sem var mjög gaman. Og já, núna er bara aðeins að testa downhjóli. Reyna að fá bara eins nice feeling setup og hægt er. Líka hratt setup. Og þetta er svolítið samvinna milli búnaðarins, tölvunar og mín. Þetta er svona, já, svona tilfinning og data. Og svona finnum svolítið svona jafnvægi í þessu öllu saman. Þannig að já, við höfum eftir að taka, ég veit ekki alveg, slatta af rönnum viðbót í dag. Það er alveg að fylgjast með. Það sem er mesta hark í þessu, það er að taka margar ferðir og labba alltaf upp. Það er ekkert erfitt endilega en það tekur bara langa tíma. Gistingi sem við vorum hérna er setupið hans Alex. Faktorlið var á gistiðan ekkert. Tölvan. Sjáu eitthvað á skjáinu? Reiki mónslið. Það er ekki neitt. En já, þess að ég tók eitt rönn undan því sem ég tók upp núna. Það var svona fyrsta rönn, þá bara núllstiltuð allt, opnum reboundið alveg, opnum kompressjónið alveg. Þannig alltaf bara eins fluid og hratt og gat verið. Svona bara fínt, vorum eitthvað svona sirka loftþrýsting fyrir mig. En já, svo bara fórum við gögnin og við erum að leita að ákveðnum línum sem við sáum ekki. Fekk alveg hart bottom á þetta framan. Við breyttum engu núna nema að setja 4 klikk af low speed compression og 4 speed af high speed compression og var sama á aftan, setjum 4 klikk af low speed compression og 4 klikk af high speed compression. Mér leið betur, það var allavega svona aðeins með stuðningur en sjáum hvað tölvan segir. Við tókum örlítinn þrýsting úr framan og aftan. Þannig gameplanið er að reyna að fá eins fullkomið average sag og við getum á leiðinni niður brautina. Og það sem maður geti alveg fundið í því er að maður líður svo hjólið sig á mjúkt. En þú veist samkvæmt gögnunum að eins og ég hélt ég var að nota miklu meira af fjörunni en ég raunverulega var. Þannig við erum að fá sagið á leiðinni niður eins fullkomið hægt er og svo förum við og leikum okkur með compression og rebound. Það er fullt af magic sem maður er að gera með það. Right. Holy shit! Þetta var hratt. Svo nú stillum við hjólið, slökkum á recording, bang. Það er svona lítið stökk rétt fyrir göngustíðin sem ég var svona að reyna að púlla í. Það er svona semmi náði, semmi ekki. Misti smá kontról. Skrapaði eitthvað tré. Good. Þetta er literally rugla að hjóla þetta braut núna. Já, ég byrja að rölta þig bara.
Nei, gællinn. Þetta var bara mjög næs. Í alvöru? Eða samt. Bottom á þarna framan á sama stað. Aha, ok. Og í fyrsta raunni. Ok, áhugavert. Ok, En 2,5 PSI, Grétar. 2,5 PSI. breytingar núna. Við fórum úr 82,5 PSI að framan í 87 og hægum aðeins nokkuð klikka á high speed og low speed rebound að framan. Whoops. Smá tæpukafli þarna fyrir miðju. Tók hérna bönnu hjá kappi. Já, illa tæpur í beigur eftir það. En já, frammyndin klálega betri. Ok. Það er kannski þegar þú ert búinn að stilla kompressjón, þú ert komin á stað sem þú fílar ógeðslega mikið en kannski á einum stað þarftu þetta ekstra support sem að volume spacing gefur þér. Hérna byrjar við. Já, það má fara svona aðeins inn í þetta. Það er svo ógeðslega mello þetta hérna byrjunin sko. Það skiptir lengur máli. Svo bara stoppa hérna á bara línunni. Það væri sterkar leikur að vinna sig út úr þessu Já, við vinnum okkur út úr þessu sko. Við feiktum ekki lengur í sagi. Nei. Og núna förum við bara í rebound. Núna er það þennstef. Dropping in. God damn! Djöfull hjólið gott. Bara eitt besta raun sem ég tekið sko. Ok. Hver ég sko, tjekka þetta. Þetta hérna er bara trjá sko. Nei, dundraður og tré. Brund. Já, þú veist ég dundraði ekki að, ég bara strauka. Felt gutt á limitinu. Mismunandi run haft áhrif sko. En við erum mjög góðir hérna sko. Þú veist, rebound, high speed. Ekkert rautt? Increase speed, nei ekkert rautt. Þannig við megum sko high speed og low speed rebound snúa aðeins tilbaka. Guð, það er einhver fucking shredder í gristinu núna sko. Hann kom rétt á eftir þér á hann sko. Já, guð, hann var á ferðinni sko. Já. Aldrei síðan að gæða aður sko. Rebound speed og compression speed og þetta á að vera svona synchronize að þetta er svo, hvað þetta er, maður horfa á framan og aftan, eða ekki? Jú. Græna er framan, gráa aftan. Já, græna er gaffall og grái er afturdempari. Já. Við viljum fá þetta svona nokkuð svona samlína. Guður, það er allt saman mjög flott innan sko. Guður. Ég meina það er bara, þú veist, það er ekkert að linna því. Ég hefur aldrei finnst þetta hjóli jafn gott, sko. Eða? Það er bara ekki spurning, sko. Hvað gjör maður? Þú veist, Ok. það er líka það sem ég var að segja en við vorum hérna í fyrradag. Ég er svona, hjóli er good shit, skilurðu, en ég veit að það getur verið miklu betra. Mástu hvað ég segja það? Sjá það? Já. Total suspension Wheel usage. Wheel travel usage. Sem sagt, það sem er ein hér og ein hér. Já. Því meira saman, því meira balans. Þú nærið þessu eiginlega ekki mikið betra. Nei, Af því þú veist, bara það er bara svo mikið variables. mikið variables, skilurðu, þú ert á 3. rönninu eða 12. rönninu, tókstu sömu línurnar, skilurðu,
Gappið. Já, ok. Let's do it. Gappið með þetta. Let's go. Þessi endur er svo sketchy sko. Svo mikið af steinum og stöpum. Slökk á þessu. Balansa hjólið. Það er gott rönn. Já, það er liðan inn í skóginum. En þetta er geðveikt, það er svo gott yfir. Brautin er fucking góð, hjólið er geðveikt. Heyrðu, við erum bara góðir í dag. Tókum 6 solid run. Erum á miklu betri stað en við byrjuðum á. Mjög sáttir, mér finnst hjólið geðveikt. Eigum svolítið eftir að taka meira. Það er fullt af dóti til að testa meira. Ég var búinn að kalla það gott. Þá er bara gott að taka það safe. Heyrðu, takk fyrir að fylgjast með í dag. Ég veit ekki hvort að það var áhugavert eða ógeðslega langdreið og boring. En takk fyrir að horfa, eða að horfa. Ég á eftir að taka örugglega fleiri svona myndbönd á næstu vikum og í sumar. Ég og Alex ætlum að reyna að taka telemetrið í keppnir og reyna að aðlaga hjólið að hverri braut fyrir sig. Það er mjög ólíkt til dæmis eins og fyrsta keppnin í Skorradal. Hún er bara frekar mellow, svona trail vibes, svolítið eins og hér. Og síðan skilur við næst Úlfarsfell. Það er mun brattara, miklu hraðara og þá þurfum við definitely meiri þrýsting, kompressjón, breyta reboundinu í takt við það. Þannig að þangað til næst,